Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Erlendar rannsóknir sýna að hátt hlutfall sjúklinga á sjúkrahúsum örkumlast eða deyr vegna skaða sem þeir verða fyrir vegna rangrar meðferðar. Þetta myndi jafngilda því að rúmlega 200 manns myndu deyja árlega hér á landi vegna þessa. Yfirlæknir Blóðbankans bendir einnig á að oft séu sjúklingar ekki nægilega vel merktir á sjúkrahúsum hér á landi og litlu hafi munað illa færi vegna þess. Við förum yfir þessi mál eftir augnablik og ræðum við Matthías Halldórsson landlækni. Svo fáum við að heyra allt halastjörnuna Magnót sem Íslendingar geta þess dagana barið augum. Já, og svo förum við til Grindavíkur og hittum þar myndhöggvara sem að ljúka við stóra höggmynd af merkiskonunni Petru á Stöðvarfirði. Og í lok þáttar heyrum við svo jazztónlist en byrjum á háu hlutfalli sjúklinga sem verða fyrir skaða vegna rangra læknismeðferða. Helgi kynnti sér erlendar rannsóknir og ræddi við yfirlækni Blóðbankans. Samhljóma rannsóknir beggja vegna Atlantsála í Bretlandi og Bandaríkjunum vöktu fyrst athygli vegna hás hlutfalls sjúklinga í þeim sem örkumlaðist varanlega eða hreinlega dó vegna skaða sem þeir urðu fyrir á sjúkrahúsum. Efasemdir að hægt væri að heimfæra slíka rannsókn upp á minni lönd var til þess að Danir og fleiri ákveða að gera sína eigin. Skemmst frá því að segja að sú rannsóknin nánast samhljóða þeim fyrri. Sé þessi rannsókn heimfærð á Landspítala Háskólasjúkrahús innlagnir á ári má gera ráð fyrir að 2500 manns verði þar árlega fyrir óvæntum skaða og að unnt væri að koma í veg fyrir 1000 af þeim tilfellum. Tæplega 600 manns myndu örkumlast tímabundið, 225 einstaklingar yrðu fyrir langvarandi örkumlun en 225 einstaklingar myndu deyja á hverju ári vegna skaða sem þeir yrðu fyrir á sjúkrahúsum ef marka má tölur sem bornar eru saman við þær úr erlendu rannsóknunum. Dr. Sveinn Guðmundsson, yfirlæknir Blóðbankans, hefur vakið athygli á einum anga þessa máls sem lítur að því þegar sjúklingum er gefið rangt blóð úr vitlausum blóðflokki en slíkt er lífshættulegt. Sveinn hefur vakið athygli forsvarsmanna Landspítala Háskólasjúkrahúss á því að merkingum sjúklinga sé áfátt og því sé hætta á rangri blóð- og lyfjagjöf. Engin staðfest dæmi eru hins vegar að nokkur hafi dáið af völdum rangrar blóðgjafar á Íslandi. Það var bresk rannsókn sem vakti athygli Sveins á málinu. Og þá sýnir sig á þeirri samantekt að þegar Bretar fara að skoða aukaverkanir vegna blóðhluta í sínu landi að þá er það mjög vannskráð og vanngreint. Það er aukaverkanir sem verða ef að rangur sjúklingur fær rangan blóðhluta. Þetta getur ef að blóðhlutin af röngum blóðflokki er gefinn getur valdið dauðsfalli. Við þekkjum alveg eins og í nágrannalöndum okkur, við þekkjum af tilvikum þar sem okkur hefur annarkvort borist rangt merkt sýni úr sjúklingi eða það hafi ekki verið viðhafðar þær öryggisráðstafanir sem þarf við inngjöf blóðs og blóðhluta. Það er líka mjög mikilvægt í þessu tilviki að sjúklingar séu rétt merktir og af því sem hefur verið tiltakt á vefsíðu Landspítalans þessi mála, þá vitum við fyrir það bil 2 árum að ég hygg að það sé rétt með farið að það hefur verið rúmlega 50% sjúklingar sem voru réttilega merktir með armböndum. Þetta er mikilvægt öryggisatriði og þannig getum við gert miklu betur og við höfum sendið erindi þessa efnis til heilbrigðisyfirvalda og spítalans og erum mjög vongóð það að þau geri þetta einu af forgangsmálum sínum að tryggja þennan feril. Í könnun sem gerð var árið 2003 á Landspítala Háskólasjúkrahúsi kom í ljós að helmingur sjúklinga var ekki merktur á sjúkrahúsinu. Í kjölfar þess var ákveðið að setja reglur merkingar sjúklinga og árið seinna eða í lok árs 2004 hafði hlutfall merktra sjúklinga hækkað í 75%. 25% sjúklinga voru samkvæmt þessu en ómerktir það ár. Og þessar tölur hafa vakið það mikla athygli hér á landi að nú hyggst landlæknisembættið efna til viðamikillar könnunar á hugsanlegum skaða sem sjúklingar hafa orðið fyrir á íslenskum sjúkrahúsum. Matthías Halldórsson, landlæknir, er sestur hjá Helga sem spyr hann meðal annars hvort hlutfallið sé svipað hér á landi og erlendis. Velkomin Matthías. Byrjum á þessu. Þarna eru niðurstöður úr erlendur rannsóknum meðal annars danskri rannsókn heimfærðar í íslenskan raunveruleika. Er einhver ástæða til þess að ætla þetta sé öðruvísi hér heldur en þar? Já, þá er kannski fyrst til að taka að árið 1999 var gefin út í Bandaríkjunum á vegum National Institute of Health skýrsla sem vakti gífurlega mikla athygli
Hún hét To err is human, það mannlegt að skjáttlast. Og þessar tölur sem komu fram í þeirri skýrslu vöktu það mikla athygli að það kallaði á að væri gerðar alvarlegar aðgerðir. Þetta var byggt á reyndar könnunum sem hófust árið 1984, svo kallað Harvard Medical Practice Study, og var síðan gert í öðrum 2 fylkjum, Utah og Colorado í Bandaríkjunum. Og út úr þessum skýrslum kom að samsvarandi, eða það væri það bil 46 til 100.000 manns sem að dæju í Bandaríkjunum vegna mistaka á sjúkrahúsum. Nú eru Bandaríkjumenn akkurat 1000 sinnum fleiri en Íslendingar, má segja, þannig að þetta myndi svara til 46 til 100 sjúklinga á Íslandi. Og síðan hefur þetta verið gert í fleiri löndum, þetta verið gert í Bretlandi, Nýja-Sjálandi, Ástralíu og eins og þú nefndir síðast í Danmörku. Og þar hafa jafnvel komið fram hærri tölur heldur en sem nemur þessu og auðvitað kallar þetta á að við skoðum þetta mál hjá okkur líka og það núna í undirbúningi hjá okkur. En eins og ég segi, er einhver ástæða til þess að ætla miðað við það að þessar kannanir hafi verið gerðar og að til dæmis sú danska skyldi sína hærra hlutfall heldur en sú bandaríska. Einhver ástæða til að ætla að annað því við hér á landi? Danir héldu auðvitað að það væri miklu betra hjá þeim vegna þess að Danmörk jú lítið land og allir þekki alla. Það er ekki mörg þjóðarbrot, ekki eins mikið eins og í Bandaríkjunum og allt öðruvísi aðstæður í Bandaríkjunum, heldur en í Bandaríkjunum, þannig að þeir töldu að þetta væri miklu betra hjá sér og það er mjög slæmt ef að menn hugsa þannig. Síðan komaða niðurstöður rannsóknarna og sína að þetta jafnvel hærra þar og ég held að það sé engin ástæða til að ætla að þetta sé eitthvað öðruvísi hjá okkur miðað við Danmörku eða þessi þróuðu lönd sem ég var að nefna áðan. Nú ætlið að fara út í þessa viðamiklu rannsókn og kanna 1500 sjúkraskrjársjúklinga í þeim tilgangi. Ef við gefum okkur að við séum svona nokkuð svipuð róli og það sem að gerast í Danmörku, er það þá ekki tilefni til einhverja aðgerða strax? Jú, það náttúrulega við erum að byrja með þessar aðgerðir og það er ástæða til að kanna þetta fyrst. Við erum að fá það staðfest að þetta sé eins hjá okkur, þá að fara eins og þú segir yfir 1500 sjúkraskrár og þetta verður gert kerfisbundið og verður gert alveg á nákvæmlega sama hátt eins og var gert í Bandaríkjunum og eins og var gert í hinum löndunum og þá hefum við líka samanburð við þessi lönd, það er mjög mikilvægt. Það eru 30.000 innlagnir á Landspítalann á ári og Landspítalinn verður með í þessu og Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri þar sem eru 5.000 innlagnir og svo heilbrigðisstofnunin á Suðurnesjum, þar eru 2.000 innlagnir og það verður tekið svona að hlutfalli við hversu margar innlagnir eru og það verður farið mjög kerfisbundið yfir þetta. Þannig að fyrst það hjúkrunarfræðingar sem að lesa sjúkraskrárnar og fara eftir 18 ákveðnum skilmerkjum sem að geta verið til dæmis að það hafi þurft endurinnlögn eða það hafi verið sýking eða sjúklingur hafi kvartað eða hafi fengið vitlaust lyf eða eitthvað í þá áttina sem eru svona 18 alveg fyrirfram ákveðin skilmerki. Eitthvað af þessum 18 atriðum hefur farið úrskeiðis, þá sendir hún sjúkraskrána til 2 lækna. Ætlið að bregðast við þessu eitthvað sérstaklega nú? Og síðan fara, ef að þeir eru ekki sammála að fara til annarra 2 lækna. Nú, og við ætlum auðvitað að bregðast við því. Fyrst gerum við rannsóknina og auðvitað er alltaf verið að bregðast við svona. Það eru 300 kvartanir til landlæknisembættisins á ári og við bregðumst við þeim öllum. En það er í raun og veru málið það að við ætlum ekki að fara endilega að leita að einhverjum sökudólgi. Það er ekki það sem að málið snýst heldur að reyna að finna hvers vegna þessi mistök verða. Og það eru margar ástæður sem geta verið til þess. Hvaða ástæður hafa menn fundið helst í þessum löndum eins og Danmörku og Bandaríkjunum? Já, oft eru það einhverja kerfisvillur. Það er að segja að það er ekki endilega að viðkomandi kann ekki sitt verk. Auðvitað getur það verið stundum, en það getur verið einhverja kerfisvillur. Þannig að til dæmis það vanti verklagsreglur eða það sé ekki farið eftir verklagsreglunum eða bara svona einföld atriði eins og að skráning er ekki í lagi. Og ég held að það sé eitt af mikilvægustu atriðunum til þess að gera hlutina betur og það getum við gert án þess að hafa nokkuð í höndunum. Það er að skráning í íslenska heilbrigðiskerfinu og samskipti milli fólks og upplýsingar sem að flæða á milli, að þær séu miklu betri heldur en að núna er. Og því miður þá finnst okkur stundum að persónuverndin komi jafnvel í veg fyrir það að þessi atriði sé í lagi, en við leggjum áherslu á að öryggi sjúklinga, það er ekki bara það að einhver komist ekki í sjúkraskrárna eða eitthvað slíkt, heldur er það líka það að það sé hægt að komast í réttar upplýsingar þegar við þurfum á þeim að halda. Er þá að segja að persónuvernd
lögum persónuvernd að það komi einhverju leyti í veg fyrir að hægt sé að það er auðveldi að minnsta okkur ekki svona rannsóknir. Ég að tala persónuvernd svona í almennum orðum. Ég ekki að tala fyrirbæri persónuvernd eins og við höfum það. En ég held að við þurfum aðeins að hugsa líka varðandi það að of mikil persónuvernd getur líka hamlað rannsóknum. Og rannsóknir eru svo mikilvægar í þessu. Nú oft verið rætt mikið álag á starfsfólki á sjúkrahúsum á Íslandi og það og nú víst sjálfsagt ekkert bara við hér. Er það einhver stór þáttur í þessu heldur? Það er einn af þessum þáttum sem maður verður að hafa í huga og það er náttúrulega sífellt verið að gera eitthvað til hagræðingar á sjúkrahúsunum og það vantar starfsfólk en það er ekki eingöngu það heldur verða samskiptin á milli starfsfólksins líka verið í lagi og upplýsingaflæði og það eins og ég segi það er hvað mikilvægast af því sem þarf að gera og lagfæra. Nú talaði Sveinn í ráðan merkingar á sjúklingum. Maður hefði nú haldið að það þyrfti nú að vera alveg 100% merkingar svo að ég bara til dæmis gagnvart lyfjagjöfum og eins og blóðgjöfum sem hann talaði um áðan. Er þessu eitthvað ábótavant hér? Já, það er samkvæmt þessari rannsókn sem hann var held ég að vitna í að þar hefur því verið ábótavant en einmitt þegar það byrjaði að gera rannsóknina komið með niðurstöður þá leiðir það til þess að hlutinni skána og við vonum auðvitað að svo verði. Hvenær megum við vænta þess að fá niðurstöðu úr þessari rannsókn? Sko nú er þetta mjög dýr rannsókn og viðamikil. Við höfum sótt styrk til vísindasjóðs, mér minnir að það sé 30 milljónir og við vonum að við fáum þann styrk og ég veit ekki nákvæmlega svo hvenær þessari rannsókn lýkur, það fer eftir ýmsum málum en hins vegar viljum við leggja mikla áherslu á þetta og meðal annars eitt af því sem við erum að gera núna það er að við ætlum að fá landlækni Breta, Sir Liam Donaldson, hingað til Íslands til þess að svona ýta þessu úr vör og vekja athygli á málinu. Hann er mjög þekktur í þessu sambandi, ekki bara sem landlæknir Breta, heldur líka er hann í Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni í forsvari fyrir öryggi sjúklinga. Og það verður hans mottó þegar hann kemur hingað og það verður hans umræðuefni og ég er alveg viss að hans heimsókn hingað mun vekja mjög mikla athygli á þessu máli og það er kannski fyrsta atriðið og svo að við fáum fjármunina til þess að vinna úr þessari, eða gera þessa könnun og vinna vel úr henni svo það sé hægt að gera úrbætur. Matthías Aldursson, þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Næstu daga verður hægt að sjá nýja halastjörnu með berum augum frá Íslandi. Halastjarnan ber heitið Magnot og er í það bil 100 milljón kílómetra fjarlægð frá jörðinni. Já, halastjarnan fikrar sig nær sólu og vegna þess búist við hún verði bjartari með hverjum deginu sem líður. En hægt verður að sjá halastjörnuna frá Íslandi næstu 4 til 5 daga ef veður leyfir. Við hittum Sævar Helga Bragason, stjörnu áhugamann sem vissi allt Magnot. Halastjarna sem prýðir heiminum þessar myndir heitir Magnot og nefnd eftir ástralskum stjörnufræðingi sem heitir Robert Magnot og uppgötvaði þessa halastjörnu einmitt í fyrra, í ágúst mánuði. Og í hvað átt á maður að horfa ef maður vill sjá halastjörnuna? Já, ef þeir sem vöknuðu snemma voru áreiðanlegir í morgun og kíktu út, þá hefðu þeir átt að líta í svona suðaustur átt, svona cirka hálftíma fyrir sólarupprás. Þá hefðu þeir séð halastjörnuna prýða heiminum. Hún er nokkuð björt og áberandi, þannig að það er hans sjónauka. Síðan í kvöld, ef veður leyfir, þá er hægt að sjá hana í svona vest-suðvestri, skömmu eftir svona cirka hálftíma eftir að sólin er horfin undir sjóndeildarhringinn. Og sér maður alveg greinilega munin á henni og bara venjulegum stjörnum? Já, já. Í morgun var til dæmis halinn alveg greinilegur og kjarninn mjög greinilegur líka. Kjarninn er svona eins og bjarta stjarnan og svo svona hjúpur í kringum hana og svo halið sem leita síðan frá sólinni. Þetta er sennilega bjartasta halastjarnan sem hefur verið hérna yfir okkur síðan bara heilbópar árið 96. Þannig að hún er mjög björt áberandi, já, og þetta ekki fara fram hjá neinum. En hvernig verða þessar halastjörnur til? Það er nefnilega svo skemmtilegt. Allar halastjörnurnar sem við sjáum með heiminum urðu til á sama tíma og sólin og reikistjörnurnar allar voru að myndast. Fyrir það bil 4,6 milljörðum ára. Þannig að þegar þú horfir upp í heiminin í kvöld eða morgun, þá ertu að skoða einmitt elsta efni sem finnst í sólkerfinu okkar. Og það gerir það einmitt svona spennandi rannsóknarverkefni, sko. Það inniheldur frumstæðasta efnið og við getum þá þar af leiðandi skoða þær, skoða ljósafræðum og svona og sé þar af leiðandi úr hverju þær eru og þá getum við nokkurn veginn áttað okkur á hvernig efniviðurinn var í sólkerfinu í upphafi sem myndaði þá jörðina og þess háttar. Og þegar við einmitt gefum það, þá sjáum við að það inniheldur fullt af ís og ís er náttúrulega bara eins og vatn, bara frosið vatn og kannski þannig hefur hafið til dæmis komið til jarðarinnar með árausturum svona halastjarna á jörðina. Þannig að þetta er mjög spennandi. En hversu langur er halinn? Er eitthvað hægt að segja til það? Halinn getur verið alveg 10 milljón kílómetra að lengd og bara sem dæmi þá náttúrulega
fjarlægðin til tunglsins ekki nema 380.000 kílómetrar. Þannig að halinn getur þess vegna náð, hann getur orðið svo langur að hann getur þess vegna náð frá braut jarðar og að braut Mars. Það er svona það lengsta kannski. En svo náttúrulega verður efni eftir á brautinni og stundum gerist það að jörðin fer sig inn í gegnum halinu raun og veru. Bara efni sem sat eftir þegar halastjörnur fóru í kringum sólina. Þá verður smá árekstrar, pínulitlar agnir, bara svo snjókornulaginu. Þeir rekast á lofthjúpinn og þá sjáum við svona loftsteinadrýfur. Þá það gerist nokkrum sinnum á ári að það sjáist. Mjög skemmtilegt. En er einhverju líkur á því að jörðin fari í gegnum leifara halunum með þessari halastjörnu? Mér er ekki kunnugt það ennþá en það á bara eftir að koma í ljós. Það er ekkert hættulegt þannig, það er oft gerst og gerist alltaf reglulega. En geta svona halastjörnur verið eitthvað hættulegar? Já, ef það stefnir jörðina þá er það óneitanlega hættulegar. Ég meina, besta dæmi er bara að spyrja risaeðlurnar. Það er lent illa í því. En hvað með þessa halastjörnu? Eftir hvaða braut ferðast hún? Hún er nokkuð miskarki braut sem þýðir það bara að hún fer nokkuð undir braut jarðarinnar. Þannig að það er eiginlega engin hætta á því að jörðin og hún rekist nokkuð tíma saman. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa henni, sko. Það sem er kannski forvitnilegast að hún fer mjög nær sólinni, helmingi nær sólinni heldur en Merkúríus og það þýðir náttúrulega að hún getur orðið mjög björt, ennþá bjartari heldur en er núna. Það þýðir að svona, hún getur orðið langbjartasta fyrirbæri á himninum og eftir náttúrulega tunglinu og sólinni. Og hvað getum við séð þessa halastjörnu í langa tíma? Það er að minnsta kosti 5 dagar í viðbót, en svo vitum við ekkert hvað gerist af því hún er að nálgast sólina, hún nær næsta punktinum, þar sem kallast bara að vera í sólnánd. Og eftir það þá vitum við í raun og veru voða lítið. Hún ætlar að koma kannski aftur fram og svona, en hvað gerist? Það er spennandi. Já, við hvetjum sjálfsögðu alla til þess að kíkja á þessa fallegu halastjörnu, en eins og Sævar sagði, þá er hægt að sjá Magnót í kvöld með því að horfa í vestur og svo má sjá hana með því að kíkja í austur í fyrramálið. Já, og svo má líka lesa allt halastjörnuna á stjörnuskoðun.is. En hér á eftir heimsækjum við trélistamann í Grindavík sem er að búa til höggmynd af íslenskri merkiskonu. Já, og svo tekur Ásgeir Ásgeirsson jazzgítarleikari fyrir okkur lag. Njótum þess besta sem náttúran gaf okkur. Ekkert fjarlægt, engu bætt við. Sólsafi, eins og náttúran ætlaði. Kvittun í tölvupósti. Dælulykill Atlantsolíu. Viltu upplifa sól og sælu í yfir 300 daga á ári? Okkar viðskiptavinir fá úrvalsþjónustu alla leið. Láttu drauminn rætast. Gloria Casa og heimili fasteignasala. Byrjum árið 2007 á 7 tilboði. Valdar Peugeot 7 á tilboðsverði. Vertu gáfnaljón og sparaðu þér 100.000. Komdu strax í Bernhard og tryggðu þér frábært 7 tilboð. Bernhard Vatnagörðum. Kaup þín kynnið. Stórmyndina Köld slóð sem hlotið hefur frábærar viðtökur. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt. Skelltu þér í bíó. Með því að kaupa egla, bréfabindi og aðra framleiðsluvöru frá Múlalundi býrðu til fleiri störf fyrir fólk með skerta starfsorku. Þessa dagana leggur Ásgeir Helgi Bragason lokahönd á 160 cm háa höggmynd af Petru á Stöðvarfirði sem er ansi þekkt fyrir myndalegt steinasafn. Já, Ásgeir hefur lengi höggvið myndir í tré, segir svo ætla að færa Petru höggmyndina í vor og það á síðan að prýða, eða höggmyndina á prýða steinasafnið. Á Austurvegi í Grindavík hyrja menn tvisvar á dag og tileinka sér þannig hið leynda lögmál orsaka og afleiðinga í alheimi. Úr bílskúrnum hljóma hins vegar raddir víkinga, en síðustu 14 ár hefur Ásgeir hoggið list sína í tré, búið til skálar, smámuni og íslenskar goðsagnir. Þessa dagana leggur Ásgeir lokahönd á hvunndagshetjuna Petru á Stöðvarfirði, en verkið er 160 cm á hæð og 400 kíló. Já, fyrir 2 árum síðan var ég að keyra ferðamenn í kringum landið og við stoppum náttúrulega á Stöðvarfirði til að skoða steinasafnið hjá Petru og þá kynntist ég henni lítillega og við fórum að ræða saman skáldskap og ýmislegt og hún vissi að því ég hafði verið að föndra og hann langaði til þess að fá víking í safnið hjá sér. Hún hafði séð eftir mig, held ég, mynd
Hornafirði, af landnámsmanni Hornafjarðar, Hrollaugi. Svo síðastlið, fyrir árið síðan, þá kom ég þangað aftur og ég hitti son hennar. Og hann var að tala að gamla konan hefði værið ennþá að tala þetta og vildi fá Víkinginn. Þá sagði ég honum að mér finnst hún vera landnámsmaður Stöðvarfjarðar. Og við ættum eiginlega, ég kom með þá til að gera styttu af henni. Rekaviðinn í Petru fékk Ásgeir í Litlu Ávík. Hann hefur unnið að verkinu í 3 mánuði og segir erfiðast að ná fram andlitsdráttum Petru enda mikill persónuleiki á ferð. Það sem ég vildi ná fram einmitt þessi útgeislun frá manneskjunni. Og ég held mér hafi tekið nokkuð vel til. Ég byrjaði bara á höfðinu, byrjaði bara efst og færði mig neðar. Byrjar á að gera eitthvað svona minna líkana? Já, við gerðum svona úr leir líkan sem við sýndum fjölskyldunni og þeim leist bærilega á. Hvaða svona tæki og tól notar í þetta? Ég nota sporjárn og fræsara og keðjusægir. Hvað áttu eftir að gera við Petru? Ég á eftir að laga aðeins til. Það eru smá skemmdir í viðnum eins og oft er. Og þetta náttúrulega viði sem er búin að vera í sjó lengi. Og þar af leiðandi hann vel varinn. Hann er nokkuð vel varinn, sko. En ég ætla að dýfa honum í línolíu. Nota línolíu til þess að verja hann. Línolíu er góð fyrir stykki sem eiga að standa úti. Og þú ætlar síðan að færa Petru þetta stóra líkan? Já, það verður líklega í vor. Já, eins og Ásgeir sagði, þá mun hann afhenda Petru þetta verk í vor. En nafni hans, Ásgeir Ásgeirsson, jazzgítarleikari, sendi nýverið frá sér sína fyrstu sólaplötu og kallast hún Passing Through. Og platan var tekin upp í New York með aðstoð kunnra hljóðfæraleikara úr borginni, en Ásgeir er hingað kominn ásamt Ólafi Jónssyni, Þorgrími Jónssyni og Erik Kvikk og ætlaði að flytja okkur titillag plötunnar Passing Through eftir Ásgeir sjálfan, en lagið var einmitt tilnefnt til íslensku tónlistarverðlaunanna sem jazzlag ársins. Passing Through og hljómsveit Ásgeirs Ásgeirssonar, gjörið svo vel.
þá ljúkum við Kastljósi í kvöld en við verðum að sjálfsögðu hér aftur annað kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl. Verið sæl.